krakkar, í dag ætla ég að sýna ykkur hvernig ég gerði þessa förðun og hvernig ég gerði hárið líka. Ég ætla að sýna ykkur hvernig ég notaði þetta sniðuga krullujárn. Þannig að endilega fylgist með ef ykkur langar að líta út eins og jólin hafi ælt yfir ykkur. Ég ætla að byrja á að setja mér primer, Skin Iceland Pure Pore Minimizer. Set hann bara svona þar sem svitaholurnar eru mest áberandi, aðalega þar, en dreif honum líka bara út allt. Næst vil ég setja mér farða og ég ætla að nota L'Oreal Infallible Matte Foundation. Þessi farði þekur rosalega vel og helst mattur mjög lengi á minni húð. Ég geri oft bara eitthvað svona. Þennan hérna frá Real Techniques sem ég man aldrei hvað heitir. Mér finnst gott að nota þennan bursta með þessum farða af því að það kom ekki svona för eftir hann einhvern veginn. Ég þarf ekki að jafna hann eftir á með beauty blender. Sem ég finnst alltaf að vera svolítið mikill tvíverknaður. Þess vegna nota ég yfirleitt bara beauty blender. En þessi bursti blandar svo rosa vel. Svo er hægt að byggja hann að þessu. Ég ætla með smá roða í kinnunum. Og það setjum bara eins meira. Þá nota ég oft bara beauty blenderinn til þess að stimpla honum svona á Real Techniques svampinn eins og ég er að nota. Þetta er Maybelline Superstay Better Skin hyljarinn, einn af mínum uppáhalds, og ég ætla að nota þennan hérna bursta frá Sephora sem heitir Pro Airbrush Concealer til að dreifa úr honum. Þá ætla ég bara að festa hyljarann undir augunum. Ég ætla að nota til þess bara Rimmel Stay Matte og einhvern Real Techniques bursta. Hann heitir Essential Foundation Brush. Þá ætla ég bara að byrja á augunum. Byrja því að nota Painterly Paint Pot frá MAC, bara svona til að jafna húðlitin á augsvæðinu. Ég er frekar æðaber á augsvæðinu, þannig að mér finnst gott að setja eitthvað svona áður en ég byrja að vinna með augskuggana. Og svo heldur þetta líka augskugganum lengur og hann kemur svona litsterkari út. Svo finnst þetta gott að byrja á því að fara með bara einhvern ljósan lit yfir paintpotið, en samt ekki augnlokið sjálf. Þá finnst mér hann svolítið missa svona tilganginn af því ég vil að hann grípi augskuggan, en ég fer sem sagt með hennar ljósa lit upp á augnbeinið. Af því þar er ég hvort þið er að fara að blanda hann svona út augskuggan og hann blandast betur ef það er eitthvað svona púðurvara undir. Þetta er bara ljósasti liturinn í palettinni. Ok, þá ætla ég að byrja á að skyggja og ég ætla að byrja á sem sagt Salted Caramel sem er þessi hérna. Set hann í þennan fluffy bursta. Þetta er náttúrulega ekki förðunarbursti eins og ég hef svo oft sagt. Þetta er bursti frá systrinni Greni og ég fer sem sagt bara með þennan lit í glóbuslínuna og upp á augnbeinið og ég tek mína skyggingu alltaf svolítið hátt upp. En það passar ekki öllum að draga hann svona hátt upp. Ég er með frekar lítið augsvæði og ég vil gera sem mest úr því. Og ég fer líka með hann undir augað. Ég ætla bara að klára þetta auga og svo kem ég aftur. Jæja, þá er ég búið með hitt auga svona að mestu. Þið eru örugglega bara oh my god, ég er ekki að fara að ráða þetta. Þetta er too much, en ég var náttúrulega aðeins eftir að laga þetta og þetta meikar miklu meiri sens á eftir þegar augnhárun eru komin og svona. Þá ætla ég að taka þennan hérna lit. Við ferum með hann hérna ofan í glóbuslínuna og vinn svolítið mikið hérna í ytri króknum. $217 frá MAC og nota þennan hérna gaur. Þetta er svona rauð litur einhvern veginn. Það er smá glimmer í honum og ég fer ég ekki með mjög glimmeraða liti svona upp á augnbeinið eða í skyggingu, en hann er alveg mattur en það er bara svona, já, svona glimmeragnir í honum. Mér finnst það allt í lagi. Við með hann á sama stað, svona, og undir augað. Og bara mikið aðeins hérna. Þá er kominn tími á litinn sem fer á miðjuna. Ég ætla að nota þennan hérna Bold Metals Real Techniques bursta í þennan lit hér
Set bara vel af honum í burstan og svo spraya ég með MAC Fix Plus. Þá kemur hann svona fallega út. Svo tökum við blöndunarburstan. Ég nota bara það sem í burstanum. Það svona smá leifar af þessum rauða og brúna. Ok, þá ætlum ég að gera eyelinerinn. Ég sérst að nota glimmer frá Eye Candy. Þetta heitir Sunkissed. Kannski hljómar ekkert rosalega jólalega, en mér finnst það rosalega fallegt með svona kopargull og rauðtóna förðunum. Og ég ætla að nota svona eyelinerbursta frá Inglot. Byrja á að nota Liquid Sugar, dýfi penslinum ofan í Liquid Sugar og svo ofan í glimmerið. Þetta verður svolítið messy, en ég ætla að reyna að láta það ganga. Svo ætla ég að setja svartan eyeliner líka og það getur nefnilega verið svolítið tricky af því að maður þarf eiginlega þegar maður setur glimmerið að forðast að fara of nálægt augnháralínunni. Þá ætla ég að fara í vatnslínuna með svartan. Þessi er frá Eye of Horus og ég fyrir líka smá milli augnhárana. Tekur svona lítinn bursta til að dreifa úr þessu. Þá tek ég blöndunarbursta. Og mér finnst gott að vera með smá brúnan í burstanum. Annars getur blýanturinn orðið svolítið svona grár þar sem hann feitar út. Mér finnst betra að hafa svona brúnan. Ég leyfi mér yfirleitt að hafa augnhárnar frekar svona dökkar þegar ég er með svona dökka og mikla augnhárin. Nú svo að þetta er hádramatískt look þá kallar það sjálfsögðu á hádramatísk augnhár. Þetta eru Velour Plus in the City. Þau eru rosalega flott. Ég er að Socialize augnháralímið. Mér finnst það voða þægilegt af því það er svona pensil á því. Þannig að mér er bara penslað á augnhárin. Það er mjög auðvelt að setja þessi augnhár á af því þau eru svo sveigð einhvern veginn. Það þau smella bara á. Þau henta mínum augum allavega mjög vel. Ég veist ekkert að toga til að breyta. Ef þið hélduð að vera að fara að horfa á eitthvað svona fljótlegt úr vinnunni og beint í jólapartíið, þá er það algjör misskilningur. Það vantar smá svona lit í innri augnkrókinn og ég vil setja bara Mary Lou. Setjum smá Mary Lou á bursta og sprayjum. Til að skyggja snöggvast, ég er að nota bara ljósbrúnan augnskugga. Ég nota alltaf einhverju svona ljósgrábrúna. Ég ætla að setja á mig númer 4 frá Body Shop, uppáhalds kinnaliturinn minn. Og þetta er uppáhalds kinnalitaburstinn minn þessa dagana. Þetta er Bold Metals kinnalitaburstinn. Ég ætla að fara með sólapúður bara svona aðeins yfir hann. Nú nota ég bara svona risa stóran bursta. Svo eins og ég hef oft sagt við ykkur áður þá finnst mér voða gaman að teikna með freknur og ég ætla að gera það í dag. Engin undantekning. Ég geri það með Anastasia Dip Brow Pomade í litnum blond og bara einhvern eyeliner pensli eða einhvern svona fíngerðan pensli. Ég finnst þetta voða svona hressandi, sérstaklega ef ég er með svona miklu augnhár. Það er alltaf verið að spyrja mig af hverju ég teiknar eða freknur. Meina þú veist, af hverju setja ég á mig gerfi augnhár. Það setur þessi kinnalit, sólapúður, blungukrem. Mér finnst það bara skemmtilegt. Þá ætla ég að setja mig highlighter. Ég ætla að nota þennan bursta hérna. Expert Face Brush. Ég hef aldrei notað hann í highlighterinn, ég ætla bara að prófa. Hann er bara fínn í þetta.
Þá eru bara varirnar eftir. Ég ætla að nota þennan hérna frá Makeup Store, Photo. Ég er rosalega skotin í þessum lit, þetta er svona ekta jólalitur. Ég á engan svona svipaðan blýant, en mér langar svolítið að prófa að nota Currant með honum. Passar eiginlega bara nokkuð vel við. Jæja, ég ætla að krulla mér hárið með þessu járni hérna. Þetta er Rod Vaff S10 frá H.H. Simonsen. Kveikjum á því, kannski betra. Ég er með það stilt á 180 og það kannski bara vera svona. Sáu kannski einhverjir þetta járn á snappinu mínu daginn. En ég ætla að sýna ykkur það in action og ég ætla að reyna að brenna mig ekki í þetta skiptið. Ég byrja alltaf á því að taka svona efri partin af hárinu frá og vinn með það sem er undir fyrst. Og ég ætla að klæða mig í þennan gaur hérna. Ég er nefnilega, eins og ég sagði áðan, frekar gjörn á að brenna mig. Og eins og ég hef sagt við ykkur 100 sinnum, þá er ég ekki hárgreiðslukona. Veit í rauninni ekkert hvað ég er að gera. Ég er náttúrulega með frekar stutt hár fyrir þetta járn. En það gefur því svona fína liftingu og ég get gert krullur með því. Þó það verður kannski ekki eitthvað rosalega juicy. Sjáðu, ein komin. Svo laga ég oft endana bara eftir á. Maður þarf bara að vanda sig svolítið mikið og horfa á það sem maður er að gera. Svo maður rekur sig ekki í járnið því það er svona lítið heitt. Mér finnst krullur í svona stuttu hári yfirleitt ekki flottar. Eða allavega ekki mínu hári. Mér finnst bara, ég verða eins og lamb. En þessar eru svolítið svona villtar, en ég fíla þær mjög vel. Mér finnst oft bara að koma aðeins betur út að vera ekkert að greiða neitt rosalega mikið. Bara taka einhvern lokk og blanda þessu öllu saman og nú er örugglega fullt af hárgreiðslukonum að horfa og bara eitthvað, oh my god, hvað er hún að gera? Þetta er hræðilegt! En, krakkar mínir, YOLO. Svo bara ruggla ég svona vel í því, svo er ég good to go. Djók. Sko, í þetta skiptið eiginlega krullaði ég til þess að bara fá smá meiri liftingu í það áður en ég set það aftur. En svo náttúrulega kannski vanda með þessi aðeins meira ef maður ætlar að hafa krullurnar niðri. Þannig að ég ætla bara að pinna það aðeins aftur. Mér finnst gott að setja smá svona volumizing spray líka. Hvernig er þetta? En svona er hægt að leika sér endalaust með þetta. Festi toppinn minn aðeins aftur bara og setti hárið bara í eina spennu hérna aftan á. Já.